Ég er alveg ótrúlega mikil skipulagningarnördi og sérstaklega þegar kemur að því að skipulegja svona skapandi verkefni eins og tölvuleiki. Ég er oft með mörg persónuleg verkefni í gangi, fæ einhverjar hugmyndir og mér langar að koma og búa eitthvað til, þannig ég þarf alltaf að passa að ég sé með almennilegt kerfi til þess að halda utan um þau öll. Ég byggi fyrir hvert verkefni svona sérstakt skipulags umhverfi sem að er svona snúið hvað það er sem að ég vil fá út úr verkefninu, þannig ef ég er að búa til einhver einfalda prótótípu eða ef ég ætla að fara eitthvað lengra með það. Hér fyrir aftan sjáum við skipulagið sem ég er búin að byggja fyrir leikinn sem að ég ætla að byggja eða byrja að byggja á morgun á streyminu. Ég er búin að setja upp verkefnalistan, ég er búin að setja upp takmörk og lýsingu á verkefninu sem ég á ennþá eftir að fylla út og við munum gera það á morgun. En það sem að virkar ótrúlega vel fyrir mig er að vera með þessar skilgreindu lotur. Þannig að þegar ég byrja að vinna í einhverju verkefni að þá byrja ég á að spyrja mig hvað er takmarkið, hvað er það sem ég vil gera í þessari lotu og það hjálpa mér ótrúlega mikið að setja niður hvað er það eitthvað sem ég ætla ekki að gera af því að það hjálpa mér mjög mikið að einbeita mér og svo hvernig lítur árangur út af því ég þarf líka að vera ótrúlega raunsær í sambandi við ef ég hef kannski bara klukkutíma eða ef ég hef 4 klukkutíma eða viku eða hvað það er, eða allavega vika fyrir lotu en það hjálpa mér ótrúlega mikið líka þegar ég klára loturnar að átta mig á því náði árangurinn sem ég setti mér